Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí. Við erum í Borgarnesi sem stærsta þéttbýlið í Borgarbyggð. Í sveitarfélaginu búa 4.000 manns og rétt rúmur helmingur þeirra býr í Borgarnesi. Borgarbyggð víðfeðmt sveitarfélag, einungis 5 önnur eru stærri af flatarmáli. Þetta öflugt landbúnaðarhérað, vinsæll áfangastaður laxveiðimanna og þjónustukjarni fyrir stóran hluta Vesturlands. Í maí verður kosið í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps í fyrsta sinn. Ég heiti Greta Sigríður Einarsdóttir og stýri umræðunum ásamt Magnúsi Geir Eyjólfssyni. Í sveitarstjórn sitja 9 fulltrúar. Í síðustu kosningum hlaut Framsóknarflokkurinn rétt tæpan helming greiddra atkvæða og 5 kjörna fulltrúa. Sjálfstæðisflokkurinn hafði 2 fulltrúa og Vinstri græn og sameinað framboð, Samfylkingar og Viðreisnar 1. Framsókn sat því í hreinum meirihluta á þessu kjördæmabili. Í þetta skiptið bjóða 4 listar fram til sveitarstjórnarkosninga. Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, Borgarbyggðarlistinn og Miðflokkurinn. Og ég ætla að biðja oddvita flokkana að kynna sig. Byrjum hérna á þér til hægri. Sigurður Guðmundsson heiti ég og oddviti sjálfstæðismanna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í sameinuðu sveitarfélagi, Borgarbyggð og Skorradalshrepps. Jóhanna heiti ég og oddviti Borgarbyggðarlistans. Davíð Sigurðsson heiti ég og oddviti Framsóknarflokksins. Ég heiti Haukur Þór Hauksson og oddviti Miðflokksins. Það þarf að ræða mörg málefni og við brýnum fyrir fólki að gefa stutt og hnitmiðuð svör. Við byrjum á opinni spurningu. Hver finnst þér vera helstu kosningamálin í ár? Hvað eru íbúar sveitafélagsins að kjósa? Og við byrjum á þér. Ég held að fólk sé að kjósa sem sagt áframhaldandi uppbyggingu í sveitafélaginu og betri þjónustu við börn og ungmenni. Það svona, held ég að verði efst á baugi. Það blandast eitthvað saman einhver vindmyllu, hvort að ég reisa vindmyllur eða ekki vindmyllur og svo heitt mál hérna líka sem eru línulagnir, en þetta eru svona, línulagnirnar eru meira á hendi ríkisins en vindmyllunar eru svona þarf að taka dýpri umræðu í samfélaginu öllu, held ég, ekki bara í Borgarbyggð heldur á öllu Íslandi, hvort að það sé yfir höfuð vilji til þess að vera í stórfelldri nýtingu á henni. En ég held eins og svona það sem við erum fyrst og fremst að horfa á þjónusta við unga fólkið og svo eldri borgara og áframhaldandi uppbygging á sveitarfélaginu og grípa þau tækifæri sem það býður upp á. Jóhanna. Já, mér langar að taka undir þetta vindmyllumál. Ég held að það sé alveg kosningmál sem þarf að ræða á miklu dýpri grundvelli. Síðan það húsnæðismál og kannski gegnsæð stjórnsýsla, menningamál og kannski meira samráð við borgarbúa byggingar og skipulagsmál og svo lýðheilsumál. Það eru okkar svona helstu áherslur í Borgarbyggðarlistanum. Vistu þið, Davíð? Já, við hjá Framsókn, við urðum vör við það fyrir síðustu kosningar að það var mikið ákall að fara í uppbyggingu og auka hér lóðaframboð og keyra af stað nauðsynlega framkvæmdir og við teljum okkur hafa sinnt því ákalli mjög vel á þessu kjörtímabili sem okkur var falið með þessari góðu kosningu, reynum meirihluta. Og okkar áherslur núna eru að halda áfram á þeirri braut sem við erum hafin þar að segja, að halda áfram uppbyggingu íþróttamannvirkja og stuðla að áframhaldandi góðu framboði að lóðum. Nú, varðandi vindorkumálin, þetta búið að vera heitt mál og ég tel það ekki þurfa að vera það áfram því að það náðist hér á liðnu kjörtímabili mikill samhljómur í sveitarstjórn. Sveitarstjórn samþykkti hér nýtt aðalskipulag þar sem bara tekið mjög skýrt á því að það ekki heimilt að reisa vindorkuver í sveitarfélaginu Borgarbyggð. Þannig að ég held að það eigi í raun og veru ekkert að þurfa að vera umræðu efni áfram. Takk. Haukur. Já, auðvitað eru flestar svona kosningar snúast þjónustu við íbúana. Við munum standa fyrir áframhaldandi uppbyggingu. Það þarf að sjá eða reisa viðbyggingu við íþróttahúsið. Það þarf að stækka leikskóla
og það er ýmsa framkvæmdir sem þarf að fara í. Við erum líka mjög áhugasöm bara ábyrga fjármálastjórnun, lækkun skulda og einföldun á stjórnsýslu. Það er alveg ljóst að skuldir hér, það hafa verið nokkrar framkvæmdir, en skuldir hafa aukist gríðarlega og það er alveg ljóst að það hefur eitthvað misfarist mikið í fjármálastjórn sveitarfélagsins á síðasta ári og engar eða mjög mikið áætlunum sem standast alls ekki. Þannig að það munum við standa fyrir. Síðan fer talandi vindmyllur og raflínur, þá í rauninni bara á næstu missurum og árum, þá mun verða í rauninni svona barátta sveitirnar. Hér mikil ásókn á að reisa vindmyllur sem eru eins og 2-3 hæðin á 2-3 Hallgrímskirkjum á Hálssonum hérna fyrir ofan og við viljum vera grjóthörð á móti því. Það er alveg rétt sem Davíð segir að það er ekki á aðalskipulagi, en það breytir því ekki að það er á 6 mánuðum hægt að sýta á okkur rammaáætlun og leyfa þetta. Þannig að bæði varðandi vindmyllurnar og síðan raflínurnar sem að Landsnet vil fara með nálast 30 metra hál möstur í gegnum hérna byggðirnar í Borgarfirði. Við viljum vera grjóthörð á móti því líka og fara heiðarleið sem er vestan við Kjöl eða efri leiðir. Þess að fást að við förum í vindmyllurnar eftir, þannig að þetta bara Já, og síðan er náttúrulega vegamál sem er náttúrulega mjög mikilvæg sem er á vegum ríkisins, en hér er mikið ómalbyggum vegum, tengivegum og bara yfirleitt mjög lélugum vegum. Við ætlum að byrja aðeins samt í skipulagsmálum, það er þessi fallega en umdelda eyja hérna í útíðari bæjarins, Brákarey. Það hafi verið kynnt stórfelld svona uppbyggingar áform, við erum að tala hótel, baðlón og íbúðir. Það hefur verið undirrituð viljayfirlýsingum að vinna uppbyggingunni í samstarfi við Festi, sem er fasteignafélag Ólafs Ólafssonar og Ingibergar Kristjánsdóttur. Niðurrif er stutt komið og íbúar hafa svona kallað eftir frekari upplýsingum hvað er framundan. Hvernig sjáum við fyrir ykkur næstu skrefin og framtíðar uppbyggingu? Byrjum bara þér, Davíð. Já, það sem er framundan, það er að ljúka því að hérna festa samning við þetta fasteignaþróunarfélag Festi og það sveitafélagi hefur ráðið hérna ráðgjafafyrirtæki fyrir hönd sveitafélagsins í þá samningagerð og svo vinna er í gangi og fyrir en að samningur við fjárfesti liggur á borðinu þá verður ekki haldið áfram en það eru bundna vonir við það að það verði hægt að festa samning við þennan fjárfesti að fara í þessu uppbyggingu og samningsmarkmið sveitafélagsins eru þau að hérna sveitafélagið mun ekki þurfa að leggja út eða hérna taka fjárhagslega áhættu af þessu uppbyggingaverkefni. Kannski fara í hinna flokkana, styðið þið öll þessi áform? Já, við í Sjálfstæðisflokknum hefum komið að þessari vinnu ásamt Framsóknarflokknum á liðnum árum og það er svona í rauninni sömu áherslur hjá okkur í þeim efnum að það þarf að við styðjum það að við klárum það að skoða með samning við Festi og þannig að það verður ekki farin eitt lengra í málunum fyrir en að það liggur fyrir, hvort að það verði eða ekki. Þetta eru umtalsverðar framkvæmdir sem hefa verður sem mun skipta sköpum fyrir ferðaþjónustuna á Vesturlandi, ekki bara hérna í Borgarnesi og Borgarbyggð. Þannig að ég hef verið áfram að við leiðum þetta til lykta, en þetta eru stór áform og það getur margt breyst og alveg óvíst hvort að það verði af þeim, en það þarf að ljúka þessum samningum við Festi og ellegar að fara ykkur aðra leið. Jóhanna, þetta er búið að vera, það er búið að standa til að fara í uppbyggingu Brákarey í mjög langan tíma og hérna kannski komið nærði því en oft áður en hvernig líst ykkar fólki á þau plön sem þegar hafa komið fram? Sko við setjum kannski svolítið spurningamerkið aðferðafræðina á baku þessi fjárfestingar að sjálfsögðu hérna þarf að fara í ykkur uppbyggingu varðandi hérna Brákarey en okkur finnst samt einhvern veginn spurningar til við gegnsæðir stjórnsýslu vegna þess að það er deiliskipulag unnið út frá ákveðinni rammaáætlun sem var gefin sveitarfélaginu án nokkur samtals kannski meir samtals við íbúa hvað íbúar vilja gera við Brákarey og ég set líka spurningamerkið við það að
sjálfsögðu þarf að efna ferðaþjónustu en þar þurfa alltaf einhvern veginn að gera það þarf komið baðlóni á hótel, er þetta að gera einhvers konar rými samtal við íbúa þar sem að íbúar geta líka haft notað þessu rými. Stjórnmálaferillinn minn er búin að vera til í nokkra daga en maður á samtal við fólk sem ger með alls konar hugmyndir á þessum stuttum tíma hvað verður hægt að gera á Brákari frekar, græn rými, gufur, einhvers konar svona víkingahús, fyrirtæki, kaffihús í svona menningarferðarþjónusta til dæmis. Þannig að við setjum spurningamerki við aðferðinafræðina alveg klárlega og svo náttúrulega líka þurfum við að pæla í þeim umhverfismálum. Þarna er fuglalíf og þarna er mikið plöntulíf og hvort að það sé tekið tillit til þessara þátta. Þannig að þess vegna finnst okkur þetta að vera einhvers konar kannski sérhagsmuna pot eða sólasmáraði komast og við setjum eins og ég segi spurningamerki gegnsæi stjórnsýslu og viljum að þegar svona fjárfestar koma það sé einhvern veginn tekið samtal við íbúa því það þessi eiga er í eigin sveitarfélagsins. Haukur, ef þið farið í meiri hluta, munið þið vinna áfram að þeirri vinnu sem búin er að eiga sér stað? Þessi áform eru mjög umdeild hérna á svæðinu, en ég get nú bara viðurkennt að ég hef kannski ekki alveg kynnt mér þetta nákvæmlega. Þetta er búið að vera í farvatninu síðan 2002, sveitarfélagið er búið að fjárfesta þetta í niðurrifi fyrir 100 milljóna og ég myndi vilja stoppa það allan á útgjöld og skoða þetta mál. En alveg með jákvæðum huga, þetta er náttúrulega alveg afleitt ástand. Sveitarfélagi á nú, ef ég skilur þetta ekki alla eiginu, á bara hluta af eiginu, það eru einstaklingar sem eiga töluvert af fasteignum þetta. Þannig að þetta er flókið mál, ef maður flettir upp bara á netinu þá var gerðið samningu við Festi 2002, það eru 4 ár síðan og mjög lítið gerst nema sveitarfélagi hefur eitt mjög miklum pening í niðurrif sem er kannski ekki gáðilegt að gera fyrir að menn sjá svona heildarmyndin á þessu, en þetta er auðvitað bara þróunarsvæði og sveitarfélagi á ekki vera þróunarfélag en fara í samstarfi eins og Festi eða eitthvað slíka, en þetta verður að svona á næstu misserum að komast í eitthvað farveg. Að uppbyggingu annars þar í sveitarfélaginu, eftir að starfsemi Háskólans á Bifröst fór alfarinn úr skólaþorpinu á Bifröst, hefur framtíð þessa svæðis verið óljós. Stór hluti fasteigna hefur verið á sölu í nokkra mánuði og sveitarfélaginu finnst of miklu fé varið í fjárhagsaðstoð við fólk sem þar býr. Hvaða lausnir sjáið þið fyrir ykkur? Byrjum kannski þér, Jóhanna? Já, ég held að það er að nálgast að máli með alls konar vegu. Í fyrsta lagi þá finnst okkur að afturreiða samtal við Háskólann á Bifröst, við íbúi sveitarfélaginu og við fólki sem býr á Bifröst, hvers framtíð Bifröstar mun verða og hvers konar hvort við viljum hafa áfram samfélagið þarna eða eitthvað annað. Þannig að það þarf að fara allan að finnst okkur í ákveðna hugmyndavinnu með fleiri en einum aðila því þetta er náttúrulega á sölu þessi eign en að sjálfsögum í einhverju svona samráði í Háskólann á Bifröst þegar einhverju fjárfestar koma. Varðandi fjárhagsaðstöðuna þá náttúrulega ég skil einhver leiti þessi rök að maður minnka fjárhagsaðstöð en svo náttúrulega líka setjum við spurningverki það hverju er það að skila, hvort það skil ekki bara meiri útilokur og meiri stressi og kemur niður á einhvers konar kannski lýðheilsu vandamál setna meir fyrir þetta fólk sem er þarna, þetta er náttúrulega flótta fólk sem er mjög viðkvæmur hópur, þannig ég skil rökin á bakvið þetta en það eru fleiri þættir held ég sem við þurftum að taka með inn í myndina varðandi þetta og okkur langar að fara í bara sértækt verkefni með óhagnaðriðum leigufélögum til þess að byggja upp íbúðir í sveitarfélaginu til þess að mæta þessum hópi sem getur þá komið nær grunnþjónustunni, það eru svona okkar hugmyndir varðandi þessi mál. Sigurður? Já, þetta er margþætt verkefni Háskólinn á Bifröst. Háskólinn á náttúrulega stóran hlut af eignum að það og hefur yfirráð yfir þeim og hefur viljað losa sig við það og síðan er flóttamanna málefni flóttamanna annar angi af því. Og þeir leigja hjá Bifröst að þessu og það er svona það er bara kerfið sem að er öðvanum flóttamenn að við fáum þá til okkar í rauninni sem ef maður horfir út frá sjónarmiði sveitarfélagsins þá koma flóttamenn og það er ákveðið að taka á móti flóttamennum frá Úkraínu sem er bara ákvörðun
íslenska ríkisins og við sinnum þeim eins vel eins og við getum og fáum stuðning til þess, en lagaumhverfið þannig að ríkið horfir bara til 2 ára á flóttamenn. Þannig að ef það tekst ekki að inngilda flóttamennina í samfélögin, þá lenda þeir á fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu sem orðin bara, það mjög íþyngjandi fyrir okkar sveitarfélag fjárhagsaðstoð hjá flóttamennum sem hafa verið lengur en 2 ár. Það hefur tekist nokkuð vel miðað við aðstæður að inngilda flóttamennina frá. Ég hef nú ekki nákvæmar tölur Það kannski svolítið erfitt að inngilda flóttamenn sem eru svo ótrúlega langt frá grunnþjónustu. Já, en Við ætlum að færa bolta núna hérna yfir, tíminn svolítið að hlaupa frá okkur, við ætlum að halda áfram, Davíð. Já, þetta, ég vil nú ekki meina að þetta sé kannski beint vandamál. Þetta í raun og veru bara erfið staða sem að kemur upp. Við mögum ekki gleyma því að upp á Bifröst búa á 300 manns. Já. Og þetta ekki nema innan við 3/3 af þeim hóp sem við erum að tala sem að þarf að reiða sig á þessa fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. En þetta samt sem áður bagalegt fyrir sveitarfélagið því að sko, þetta kerfi fjárhagsaðstoð, þetta ekki hugsað utan svona verkefni. Öllu jafna í sveitarfélagi eins og Borgarbyggð þá væru á bilinu 3-10 mann sem að þyrftu af einhverjum orsökum að reiða sig á fjárhagsaðstoð tímabundið. Svoleiðis virkar þetta kerfi. Þetta ekki hugsað til framfærslu til langs tíma. En þarna eru bara þær aðstæður og þarna festist fólk á þessum stað. Það kemst ekkert annað og fast í kerfinu. Ríkið þarf að koma til móts við sveitarfélagið og við erum búin að vera með mikið ákall við alla þingmenn og áttum fund með ráðherra nú síðast fyrir 3 vikum síðan og það mikið unnið að því að reyna að fá hlustun hjá ríkinu að koma til móts við okkur. Þetta ekki eðlilegar aðstæður. Mig langar bara að taka líka undir þetta sem Davíð hefur sagt vegna þess að þrátt fyrir okkar hugmyndir að leysa ákveðum mál þá þarf ríkið að klárlega stiga inn í til þess að hjálpa okkur að leysa þetta vandamál Bifröst. Haukur? Já, þetta náttúrulega bara ein hörmungasaga eiginlega. Borgfirðingar tóku með rausna móti flóttamönnum og mjög mikið af fólki hér að hjálpa þarna til og ríkið stóð og Rauði krossinn stóð fyrir kostnaðinum, síðan líður allir þessu tími og núna lendir 100 milljóna kostnaðar á þessu litla sveitarfélagi og forsvarsmenn hafa talað við ráðherra og þeir bara lýsa mikið til samúð. En náttúrulega bara málefni Bifrastar bara sér kapítuli. Hérna var blómlegur skóli með fleiri 100 nemendum og kennurum og miklum tekjum sem skapaðist fyrir sveitarfélagi. Síðan hrökklast bara skólinn allt í einu í burtu og þarna komnir flóttamenn sem á kostnað sveitarfélagsins sem lítil sveitarfélag sem bara einfaldlega ræður ekki við þetta. En þarna gerst líka bara tækifæri til einhvers konar uppbyggingar og fjárfestingar og ég held líka að þurfum að passa okkur hvernig við tölum hvort annað einhvern veginn. Mér finnst umræðin í samfélaginu varðandi Bifröst hafi verið svolítið neikvæð eins og þetta sé svona flóttamanna getta og hvaðan sem og mér langar bara til að koma því hérna framfæri að ég held að við sem erum í stjórnmálum og aðri sem hafa einhvers konar dagskrá að passa okkur hvernig við tölum hvort annað í samfélaginu og þá sérstaklega langar mig bara til þess að benda á flóttafólki á Bifröst í samhengi. En maður hafði að flóttamannmál væri yfirleitt bara málefni ríkisins en ekki sé ekki hægt að hrúa inn á eitt lítið sveitarfélag kostnaði sem að verður svo íþyngjandi að það ekki hægt að veita þjónustu til íbúanna. Við ætlum að ég heyri hérna að vindmyllurnar eru svolítið viðkvæmt málefni sveitarfélaginu. Það ekki mikil tími eftir þannig ég myndi vilja bara fá mjög stutt svör. Ef eitthvað flokkur kemst í meirihluta myndi þið styðja við uppbyggingu orkumannvirkja á borð við vindorkuver eða beita sér gegn þeim? Stutt svör, takk. Sko það byggist bara á vilja íbúanna á hverjum stað. Þannig að það þú veist, ef það mikil andstaða eins og í Borgarbyggð virðist vera, þá munum við fylgja vilja íbúanna í því. Okkar flokkus á móti uppbyggingum vindmæla í Borgarbyggð en við segjum samt hins vegar líka út af því að lífið ófyrirsjáanlegt og við sem hreyfing getum haft takmörg áhrif á hvað gerist tilstaklega með tillit til rammaáætlun til dæmis. Það segjum við líka að vindorkan á að vera í eigu fólksins að þetta sé auðlind okkar allra en ekki ykkur að sérhagsmuna. Davíð? Já, það á stefnuskrá okkar að það verði ekki gert ráð fyrir vindorkuverum á næsta kjörtímabili alveg eins og það var ekki gert ráð fyrir því núna.
Við búum í einu fallegasta héraði landsins og sögufrægasta og við eigum að nýta okkur þá staðarind og við erum alfarið og munum vera grjóthörð á móti vindmyllum hérna í héraðinu sem er útlitslítlega á héraðinu og það er vondur í fuglalíf, hljóðmengun og ýmislegt annað. Þannig að við erum hörð á móti Holtavörðaheiðarlínu sem við teljum að fara heiðar og við erum hörð á móti vindmyllunum og ég bara skora á fólki hér, ykkur öll þrjú sem eru því þessum frambóðum að við verðum öll á móti þessum framkvæmdum og að því við erum síðasta varnalínan, að því rammaáætlun getur komið og þá getur menn fara að framkvæma Landsnet, þeir eru reglustryggukallar sem eru bara búin að teikna línu í gegnum sveitirnar hér og sundra sveitunum á mörguleiti, þannig að það er okkur skoðun að línan eigi að fara heiðarleið. Svo verður kosið í sameinuðu sveitafélagi í vor og það stendur núna yfir íbúakönnum nafn á sveitafélagið. 2006 var samþykkti sveitastjórn ný sameina sveitafélags nafnið Borgarbyggð með einu atkvæði fram yfir sveitafélagið Borgarfjörður og síðustu daga var spunnist umræður hvað nýtt sameina sveitafélag að heita. Hvað sýnist oddvitum ef við byrjum á þér, Haukur? Mér finnst bara Borgarbyggð vera mjög fallegt nafn. Ég heyrði eitthvað í gær, Borgarfjarðarsveit. Ég held ég myndi nú kjósa bara Borgarbyggð. Já, að hugsa mikið um það. Mín persónlega skoðun er svo að Borgarbyggð er fallegt og gott nafn en það er í gangi núna íbúakönnun meðal allra íbúa sem er svona ráðgefandi fyrir nýja sveitastjórn og það verður bara gaman að sjá hvað kemur út úr þeirri könnun. Þar eru 3 valmöguleikar, það er annars vegar Borgarbyggð, Skorradalshreppur eða eitthvað annað og ég er bara spenntur að sjá ef að það er mikill hópur fólks hér í sveitafélaginu sem að mun kjósa eitthvað annað, þá verður spennandi að skoða að taka það áfram. Ég held að sé alveg augljóst hérna, ég held að Borgarbyggð sé flott nafn. Við náttúrulega kannski gerðum ekki ráð fyrir að íbúakosning myndi fara fram áður að við skýrðum flokkin okkar, en mín persónulega skoðun er svo að ég held að sé hægt að verja peningum í aðra uppbyggingu heldur en að breytum nafn á sveitafélagi, þannig að það kostar líka sitt og við sjáum líka það að jöfnunarsjóður vill minnka framlag til sveitafélagsins aftur á móti, þannig að við þurfum að huga því líka. Sigurður. Borgarbyggð er mjög fallegt nafn en það verður hins vegar spennandi að sjá hvað kemur út úr könnunni, hvort það fæðist einhver önnur nafn en ég held að fyrir mér hentar Borgarbyggð mjög vel. Svona rétt í lokin, kannski tvennt sem ég kannski myndi vilja fá frá okkur, ef þið kemist í þá ástuð að geta mynda meirihluta, hver væri þá ykkur óska samstarfsflokkur og hvernig sjáu þið fyrir ykkur bæjarstjóra þegar nú er Stefán Bárður Guðjónsson að hætta? Hvernig myndu þið vilja sjá gengi frá ráðningu bæjarstjóra? Myndu þið vilja taka það að ykkur sjálf eða myndu þið vilja auglýsa eftir bæjarstjóra eða ráða bara Haukur? Ég reikna með að það er ráðin bæjarstjóri. En samstarfsflokkarnir áttu er óska? Ég bara kýsa tjá mig ekki. Er það ekki, á maður ekki segja svoleiðis. Ætli sé ekki færa til málefni frekar. Og hvaða flokkur er þá ykkur næst? Já, ætli sé ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Gæti ég trúað? Davíð, vilt þú vera sveitastjóri? Ég hef ekki, við höfum ekki mótað okkur sérstakar skoðun. Við höfum ákveðið það að ganga algjörlega óbundin til kosninga hvað varðar fyrirkomulag á val á sveitastjóra. Okkur finnst það farsælast að þegar myndaður er meirihluti að þá komi meirihlutaflokkar sér saman hvaða aðferð verður notuð við það. En varðandi sérstakann flokk, ég bara ætla ekki heldur að mynda mér sérstakar skoðun. Ég á eftir að kynnast betur 2 nýjum frambjóðendum, ég þekki Sigurð vel af góðu og ég á bara eftir að kynna mig betur stefnunnar og þá frambjóðendur sem eru hér með mér. Nóna. Ég hef ekki neina sérstakar skoðun á ráðningu sveitarstjóra og við erum alltaf svolítið ný hreyfing og höfum bara ekki komist í þessa málefnavinnu en ég einhvern veginn sjálf pælt í þessu nú mikið til að geta svarað þessu málefnum grundvelli en ég er alveg sammála, ég þekki kannski ekki neitt frambjóðanda hér nú vel til þess að geta sagt hver stendur okkur kannski hérna næst en kannski myndi ég giska á núna að það væri framsókn. Sigurður? Já sko, það ánáttúrulega eftir að kjósa en við vitum ekkert hvernig það fer sko í hvaða stöðu við verðum eftir kosningar en þú veist, við erum opin fyrir að vinna með öllum sem eru tengjast okkar málefnum og við náum saman ráðning sveitarstjóra er bara, það er náttúrulega alveg það sama þeir sem að ná því að komast í
meirihluta, þeir náttúrulega ráða sínum með það hvernig er haga ráðningu á nýjum sveitarstjóra. Þannig að það allt opið hjá okkur í þeim efnum. Já. Hér ganga allir óbundir til kosninga og engin veit að vera bæjarstjóri. Við látum þá staðanumið hér í Borgarbyggð, þökkum oddvitum fyrir komuna og nú er komið að oddvitaumræðum í Hveragerði.